Já, góðan dag, ágæti fundarstjóri og gestir í salnum. Það mjög gaman að fá að vera fyrsti fyrirlesarinn í þessari viku kynlíf og lífsgæði hérna á Landspítalanum. Ég held þetta sé sögulegur atburður og mjög gaman að fá að vera hérna í dag. En mitt erindi í þessu hádegi heitir Upprisa nándar og eilíft kynlíf, hvað snýst kynlífsráðgjöf. Og í erindinu ætla ég að stikla á stóru kynlífsráðgjöf og meðferð og þá helst hvaða hugmyndafræði eða sýn liggur að baki slíkri ráðgjöf. Og það gefur síðan innsýn inn í hvað kynlífsráðgjöf snýst. En kynlífsráðgjöf kannski hulin einhverju mystík, en hún í grunninn ekki frábrugðin annarri sálfræðilegri ráðgjöf og meðferð. Í viðtalinu má sjá fólk ræða saman áhyggjuefni og vandamál í kynlífi, þar sem að meðferðaraðilinn vinnur að lausn í samráði við einstakling eða par. Þessi sérhæfða sálfræðimeðferð eða sérhæfða sambandsráðgjöf skilar árangri, getur gert það, eins og kom fram í nýlegri norskri skýrslu sem óháð rannsóknarstofnun gerði þær í landi fyrir norska heilbrigðisráðuneytið. Í skýrslunni voru eingöngu könnuð sálfræðileg inngrip og ýmsar sérhæfðar samtalsmeðferðir sem notaðar í kynlífsráðgjöf og meðferð en ekki læknisfræðileg inngrip, hvorki lyf, né skurðaðgerðir og ekki notkun hjálpartækja. Svo þetta var eingöngu verið að athuga ýmsar gerðir af samtalsmeðferð, hvort sem hún einstaklingsmeðferð, par eða jafnvel hópmeðferð. Í skýrslunni var lagt til að inngrip sem ekki hafa verið gagnreynd ætti að tala sem tilraunainngrip þar til árangursmælingar hafa farið fram. Og þess má geta að í verkefni kynlíf og krabbamein sem undanfæri þessa nýja verkefnis kynlíf og veikindi fór fram árangursmat bæði með fagfólks og sjúklinga. En þessi vettvangur að þessi meðferð, kynlífsráðgjöf og meðferð hefur slitið barnsskónum vissulega erlendis og ýmsar nýjar kenningar komið þar fram sem leiðarljós í að leysa þessi vandamál. En þetta svið og viðfangsefni eru því sem næst óblæður akur hér á landi og það mikið verk að vinna. Þessi vandamál í kynlífi eru algeng en samt falin og því töluverðar líkur á að þau séu bæði vangreind og þar með ómeðhöndluð meðal almennings og ekki síst meðal fólk sem lifir með langvinn veikindi.